Ellert Eiríksson, fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar, var í vikunni útnefndur fyrsti heiðursborgari bæjarfélagsins. Útnefningin fór fram á 500. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, afhenti Ellerti blóm og skjal af þessu tilefni. Ellert byrjaði ungur að vinna við hinn ýmsu störf í Keflavík, rakaði meðal annars grjót á götunum og varð síðar bæjarverkstjóri áður en hann varð sveitarstjóri í Gerðarhreppi árin 1982 en hann var þar til ársins 1990. Ellert varð síðan fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar eftir sameininguna árið 1994 en hann hafði þá verið bæjarstjóri Keflavíkur frá árinu 1990 til 94. Sjónvarp Víkurhetta hitti kappan rétt fyrir bæjarstjórnarfundin þar sem að hann fekk hina skemmtilegu nafnbót. Ellert, þegar þú lítur nú svona svolítið tilbaka og rifjar upp, hvað er efst í minningunni frá þessum skemmtilegu árum þínum? Í bæjarstjórn Reykjanesbæjar eða í Keflavík Reykjanesbæjar? Já, þú ræður. Ég ræði takk fyrir það. Ég veit ekki, Páll, það er varla hægt að taka eitthvað eitt frekar en annað. Þetta voru frábær tími og uppbyggingin náttúrulega í sveitarfélaginu alveg frá því að ég man eftir við sem pottorm á 12 ára að vinna fyrir Sjálfstæðisflokkinn og 14 ára að raka götur í Keflavík, þá sjá menn og þá breytingu sem orðið hefur. Og það er ekki neitt einsmannsverk, það er stór hópur manna sem hefur komið að því. Svona frá þínum tíma sem bæjarstjóri í Keflavík og síðar fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar, sameinuð sveitarfélag. Ef þú horfir á þann tíma, hvað voru stóru málin þá? Hafa peningamálin alltaf verið ofarlega svona einhvern veginn í umræðunni? Já, peningamálin skipta náttúrulega spila gífurlega stóran rullu í öllum rekstri, það er ekki það. Svo er bara spurning hvernig maður tekst að fara með það fé. Ég held að stærsta málið sem ég hugsa tilbaka, það er sameining Keflavíkur og Njarðvíkur að Hafna í Reykjanesbæ og sameiningarferlið og raunverulega allt sem að því hefur fylgt. Og ég held að það hafi sýnt sig að það hefur orðið svona þroskara samfélag, það er stærra samfélag og þroskara samfélag og þyrfti að stækka meira, fleiri sveitarfélag koma inn í tímabundin fjárhagsörðuleikar sem eru núna. Þeir hverfa og þetta er náttúrulega sveitarfélag, er ekki raunverulega stofnun sem er bara til einna nætur, heldur þetta til framtíðar. Þannig að það hlýtur að rækna á því. En svona, fannst þið skólamálin nú varð veruleg bylting í þinni tíð hérna sem bæjarstjóri? Þið voruð að einsetja grunnskóla, það er verið að byggja grunnskóla hér allan bæ. Þetta eru mjög stór mál, hreinlega alltaf, menntun og skólamál til dæmis. Já, við tókum þá ákvörðun þarna á sínum tíma þegar að einsetning skóla var svona á dagskrá að byggja nýjan skóla og endurbæta þá gömlu, þannig að allir hefðu svipað húsnæði til ráðstöfunar sama hvar eru. Og ég held að það hafi verið mjög góð ákvörðun. Þar auki þá settum við svona stefnu á menntastefnu, nýja menntastefnu sem að fór svona í gegn, endur hún komin að sjálfsögðu aftur í endurskoðun. En þetta var mjög stór mál, íþróttamál, Reykjaneshöllin, bygging hennar, hún skipti miklu máli og kannski menningin líka, það er að segja dúshúsin, að ná þeim eða kaupa þau af þáverandi eigendum og síðan eru náttúrulega margir búin að leggja hönd á plóg við endurbyggja sem er orðið mjög glæsilegt svæði. En ég get tala upp endalaus verkefni svo leiðis en þetta er svona í fljótu bragði. En þegar á svona rifja líka upp, hvernig hefur svona samstarfi, hvernig gekk það á þínum tíma svona í meirihlutunum og hreinlega bara í bæjarstjórninni? Fannst þér vera ganga betur, hefur á tilfinningu að það hafi gengið betur í þá daga, finnst þér vera meiri ólga í dag? Ég get nú ekki svarað hvernig er í dag en ég get ekki sagt hana að það gekk alveg frábærlega. Samstarfi með öllum bæjarfulltrúum minnst og kosti þau 12 ár sem ég var hérna. Og sama hvaða flokki tilheyrðu, bæði kallar og konur og þeir sem voru með litla reynslu og þeir sem voru með mikla reynslu, það lögði allir sitt og ég kann ekki annað að segja heldur en það að þeir voru mjög samviskusamir í öllu sínu starfi og við náðum mjög vel saman allur hópurinn, það fór ekki að milli mála. Ég get ekki dæmt hvernig
samstarfið núverandi meirihluta og minnihluta, það verður þú að spyrja eitthvað aðra en þetta mig. En varðandi sameiningu sveitarfélaga, þú komst nú mjög að því máli á sínum tíma. Þetta ekki orðið nokkuð aðkallandi að frekari sameining eigi sér stað? Það búin að eiga sér stað svona smá umræða á óháðum aðilum hérna á Suðurnes sem vilja ýta þessari umræðu á stað og kanna þessa kosti, hvort að það sé betra að fara í stóra sameiningu og þá meira að segja hreinlega öll sveitarfélögin á Suðurnes sem sameinist. Nú tengdist þú fyrstu sameiningunni, Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna og varst í nefnd sem að ráðherra skipa á sínu tíma frú Jóhanna. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þessu málum í dag? Ég held að það sé ekki komin tímapunkturinn til þess að vinna meira í þessi bili. Það þarf að komast út úr fjárhagsörðuleikum eins og stærsta aðalans Reykjanesbæjar. Þegar það komið á réttan kjöl, þá held ég að það hljóti að verða svona niðurstaðan að öll þessi sveitarfélög gangi saman í eina sæng. Ég held það. En hvað heldur að sé langt í það? Já, tímir afstæður í lífi sveitarfélaga. Ég geti nú trú að það mætti vel skoða þetta eftir svona 2 kjörtímabil eftir 8 til 10 ár. Þá held ég að væri tímabært endur skoða. Nú varstu sveitastjóri í Garðinum sem að þá var ekki reyndar orðið bæjarfélag, það var hreppur á sínu tíma. En hvað síðan geristu bæjarstjóri í Keflavík og Reykjanesbæ? Fannst þið vera mikið stökk þarna á milli? Já, það er alltaf stærðarmunur á sveitafélagi eins og Gerðarhreppi þá og síðan hér, það ekki. En það eru sömu verkefnin, það eru alltaf bara og sem sveitastjóri í litlu sveitafélagi ertu nær ákvarðanatökun í öllum þessum smá atriðum sem eru hérna starfsmenn sem sinna, sem að bæjarstjóri kannski kemur ekki nálægt, hefur bara yfirsýn og í því liggur svona meginmunurinn. En í eilinu þetta samskipti við bæjarbúa, þetta eru hlutverk sveitastjórans og bæjarstjórans að sjá til þess að öllum líði eins vel í sveitafélaginu sínu og hægtir og verður náttúrulega númer 1, 2 og 3 að tala þess máli. Hann ráðinn til þess, hann framkvæmdastjórinn, hann á að tala máli sveitafélagsins út af við eins og kostur og sinna síðan stýringu eins og kostur og vera vel að sér innan sveitafélagsmálum. Og Garðurinn gott og mjög gott sveitafélag, fannst. Ég var spurður að því einu sinni sem oftar hvernig væri að vera sveitastjóri í Garðinum. Ég sagði að Garðmenn væru bálvaði djöfelsins þverjausar og þvargarar og það væri gott að vinna með þeim vegna þess að þeir voru alveg eins og ég sjálfur, þannig að það var engin munur þar á. Hvað svona að lokum tenging bæjarstjóra við bæjarbúa? Nú hafa held ég flestir bæjarstjórar hérna, nokkuð langt aftur í tíman. Við erum með viðtalstíma þar sem eru opnir öllum bæjarbúum. Hversu mikilvægt finnst þér sú tenging vera bæjarstjórans við bæjarbúana? Mér fannst það mjög mikilvægt að hafa gott samband við bæjarbúa og hafði viðtalstíma hvaða mánudaga, mikudaga, fimmtudaga og föstudaga frá 10 til 12 og það kom mikill fjöldi bæjarbúa í heimsókn og ræddi sín mál og sem bara besta mál og mér finnst það mjög mikilvægt að hafa svona puttan á púlsinum, hvað að slá í samfélaginu því það kemur þar inn og það má kannski segja það að þetta sé kannski einn mikilvægasti þátturinn að vera vel tengdur. Já, þú ert að fá nafnbótina fyrsti heiðursborgari Reykjanesbæjar og varst reyndar fyrsti bæjarstjórinn. Hvernig leggst það í þig? Það leggst mjög vel í mig og mér finnst þetta mikill heiður sem bæjarstjórnin sýnir mér og kannski má segja frekar óverðskuldað en þegar það var komið að mála við mig að taka við þessu ágætu titli þá svona tók ég með umhugsunarfrest og hugsaði að vel gert þegar fólk hugsar vel til manns eftir langa veru í þessum sveitarstjórnarbransa.